Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Mér langar til að biðja þig að hjálpa mér. Málið er að ég er að stefna að því að ná 1000 áskrifendur fyrir lok ágúst af þessu ári því þá er ég búin að vera með þáttinn í loftinu í 1 ár. Svo að ef að þú ert til í að smetla á subscribe og fylgjast þannig bæði með því efni sem ég er að gera og eins að hjálpa mér að deila þetta til fleiri, þá væri ég súper þakklátt. Auk þess sem ég er náttúrulega mjög þakklátt þeim sem hafa þegar smelt á subscribe hjá mér og hjálpa mér að ná þó þeim árangri sem ég er búin að ná á tæplega hálfu ári með þáttinn, þannig að það er bara frábært. En gestur minn í dag er hún Þórunn Þórs Jónsdóttir og við ætlum að spjalla saman í rauninni heilsu þvagfærana hjá fólki og móðurlífsins hjá konum. En velkomin Þórunn og takk fyrir að koma í þáttinn til mín. Takk fyrir að bjóða mér. Þegar við hittum síðast, þá vorum við að tala um þetta algenga vandamál sem að konur eins og þú og ég hafa átt við eiginlega frá barnsaldri og það er blöðruvandinn. Já, og og blöðrubólgur og annað þess áttar og ég heyri mjög mikið hjá konur sem til dæmis koma á námskeið til mín eins og meira hreint að þær eru að kvarta yfir blöðrubólgu. Svo að þú sagðist vera með efni sem væri að hjálpa konum. já, við erum með vöru sem heitir Bladder Support eða blöðru stuðningur, má segja á Já, íslensku, já, og er bara algjörlega náttúruleg vara og þetta eru þrjár jurtir sem að hafa verið notað bara í þúsundi ára og eru frægar í jurtaríkinu já, og þær eru hérna, hjálpa manni bara að halda bæði minka þvagleika og bara minka bakteríur og sérstaklega eins og hlaupakonur og svona eiga við þetta vandamál hef ég heyrt mikið að stríða þegar þeir eru að keppa sérstaklega í langhlaupum og annað já, og þá hefur þetta bara orðið bara vandamál til þess að stundum hafa þurft að stoppa með þess að þú veist að keppa eða þá er það bara bókstaflega að missa þvag meðan það er að hlaupa. Þannig að við prófum þetta á einni vinkun okkar og hún heldur betur var ána með þetta. Ég hef nú komið svona tímabil hjá mér þar sem ef maður hlæraði eitthvað þá kannski missir maður smá þvag og svoleiðis og ég hef verið að taka svona kúr á þessu já, einu sinni ári til þess að reyna að halda því ég var rosalega blöðrubólgu barn já. og æfði sund mikið, svo erum við sundþjóð. Þannig að ég held þetta sé, það íti undir þennan möguleika að við fáum blöðrubólguna. Já, svo Þannig finnst mér að, alltaf okkur vera svo kalt ef við förum í sturtuna. já, og svo bara er þetta bara, þú veist, bakteríur og annað sem geta komið ef að fólk Já, það sér ekki nógu vel og annað, þetta er bara fylgifiskur. já, En og mér finnst alltaf voru gaman að geta notað eitthvað sem er bara frá náttúrinni og sérstaklega að það hefur verið eitthvað saga á bakvið það. Þannig já, að þá er ég miklu meira til í að prófa og við hefum bara fengið góða umsagnir þetta að konum líður betur í blöðrinni þannig að það er svona ekki þessi þrýstingur og minnkun á blöðrubólgu og bara í það að verða bara nokkuð heilbrigðar í blöðrinni. já, sem er dásamlegt. Algjörlega dástulegt að maður bjóst ekki veist, og svo er þetta í sýklarnókun og allir þess sem gengur þetta ekki til lengdar þannig að þarna er bara önnur laus sem Já, er mun betri fyrir okkur og mun bara held ég halda blöðurinni meiri heilbrigði til framtíðar og bara þegar við erum komin líka ákveðin aldur og þá er svona mín skoðun að það er ágætt að taka svona ákveðna kúra á hverju já, ári. Og já, þú veist, ég tek kúra til þess einu svona ári fyrir heilan, fyrir augun, fyrir liðina. Ég er ekki að taka þetta allt árið, en ég er bara komin á hana aldur að ég veit að ég er ekki eins góð og ég var fyrir einhverjum ári síðan og ég vil halda bara þessum hlutum í lagi og ég þarf ekki að taka allt árið en svo eru þetta ákveðin vítamín sem að mér finnst vera svona meira lífstílsvítamín fyrir mig og þá er það til dæmis eins og CBD-olían, hún mun fylgja mér örgulega honni í gröfuna af því að ég hef notað hana já, nú þegar í 20 ár og ég get alveg sagt þér að ég lendi í slysi þarna 2014 og þá fór ég þetta bara eftir læknunum, ég hef nú ekkert lent í svona slysi áður þannig sé, byrjaði að taka þessi verkjalyf og allt þetta dót og datt svolítið út úr náttúrunum og bara gleymdi mér eiginlega einhvern veginn í veikindunum, ég veit ekki alveg hvað gerðist.
En svo Já. bara á Mm. rangaði við mér eftir 3 ár og mér fannst ég hafa aldrei litið verð út og ég get ekki sagt að heilsan hafi verið betri, hún var bara mjög bara stóð í stað, það gerðist ekkert. Já. Þannig að ég fór til heimilislæknir minn og skilaði bara mínu lyfjum og sagði hann, já, þetta nú er ekki að fara að ganga mikið lengur, ég er bara á dofinu 3 ár, heilsa lagast ekki heima hjá mér svona, þannig ég ætla bara að fara að prófa ykkur aðra leiðir og þá fórum við og ég veit að heppin að vera með yndislegan heimilislæknir að hann bara, ok, hvað viltu gera? Og ég sagði bara, ég er bara að reyna að nota náttúrun og vítamín og annað og hann bjóti rosalega flotta vítamínsmeðferð fyrir mig og hjálpaði mér að byggja upp kerfið Frábært. mitt, Já. skilurðu. Þannig Já. að hann kendi mér og sýndi mér að ég gæti notað eitthvað annað og ég er mjög þakklátt fyrir það því að þarna var ég ekki komin inn í vítamínin, sko. Nei, bara Og, dásamlegt. og, og ég fór í öfgakennda vítamínsnokun í 1 ár en að því ég var líka komin með sko skjaldkirtilinn komin í rúst, ég komin með vefjaki, ég þurfti að fara í 2 aðgerðir, lenti í vistlappi, rosalega bólgumikil og þetta var bara svona alveg frekar súrt og ég var ekkert að sjá fyrir mér, ég væri að fara að gera eitthvað skemmtilegt aftur, ég myndi vera bara svona sófakerlinga eitthvað. Já, ég skil. Þegar strax og ég svona fór að setja mig sjálfinn í hlutina og byrja svo að fara að æfa skynsamlega eins og ég fór í Pílates og ég komst að því að Pílates er besta sem maður getur farið í að þú hefur lent í slysja því að mér var alltaf svona alltaf fara aftur á bak þegar ég fór að æfa í íþróttastöðunum eða í völklass og lifta okkur svona, gekk vel og svo bara ein æfing og þá fór allt tilbaka og ég voru byrjun á punkti en Pílates er svona, ég mæli með því fyrir alla að prófa það einhver tímann með stöðstu, þetta er alveg einstaklega góð íþrótt fyrir okkur sem þurfum að vinna í okkur. Og svo fór ég að vinna með náttúruna og þá fór lífið mitt að breytast hægt og rólega og ég fór að þekka sjálfa mig aftur Já. og ég held líka hluta til út af því ég tók ábyrgð á minni heilsu sjálf. Það er rosa mikilvægt. Það er eiginlega stóra málið að við tökum ábyrgð á heilsunni. Ja. Það breytist ekkit fyrr í raun. Nei og ég held ég alveg pottet verið í þeirri stöðu að ég var alltaf að býða eftir einhver myndi lækna mig sko eða redda mér eða eitthvað hérna því maður er kennt það líka Já. og þú lendir í slys og þá ferður bara upp á spítala og setur þig í hendur læknisins. Já, já. Og þetta er eitthvað sem ég hef verið að reyna að bera út til bara fólks sem ég er að vinna með það læknar þig enginn, þú fær bara fullt af vopnum og hlutum í hendunar og það er þetta læknirinn og náttúran eða hvað sem það er, öndunin, jóga, jarðbundaði eða hvað sem er en þú færður að fá fullt af vopnum og nýta þér það, það er þú sem þarf að nýta þér og finna þá leið sem að henda þér og ef þið finnst eitthvað ekki vera rétt, þá mæli ég ekki með þú að gera það. Nei, sem er náttúrulega svo stórkostlega mikilvægt sko. En það sem ég langar að segja er eins og til dæmis í sambandi Women's Blood Support að ég myndi halda sko að það að taka 2-3 mánaða kúra á ári myndi skipta miklu máli út af því að maður þarf í rauninni að taka í 3 mánuði til þess að fá viðvarandi árangur. Þannig að maður þarf algjörlega byggja eitthvað upp í líka. líka, mann gerur ekki með einu glasi, því miður, það er bara eitt glas, hvað sem þú ert að fara að vinna í, þá eru yfirleitt svona mörgasi vítamínum eru 3 mánaða skammtar, af því að maður þarf að vinna sig upp í að ná því marki sem maður er að reyna að vinna í, þannig að fylla upp og bæta í kerfið, skilurðu. Já. Og svo er það líka, ef ég væri, til dæmis að stunda sund alltaf, þá myndi ég örugglega alltaf vera á þessu vitundar. Bara til þess að koma í veg fyrir það. Já, ég er að hugsa til svona dóttur minna sem er að æfa sund, sko, ég bara, þú veist, maður bara krossa puttana fyrir þess að. Þegar þetta byrjar og þá er þetta bara þrálátt og það er bara líka við þess að hitabreytingar og annað, en eins og segi, ég held að því fleiri leiðir til þess að vinna þenni heldur en að spara sýklalyfin og maður getur kannski reynt að fyrirbyggja líka og ég er svolítið svona, hvað getur við reynt að preventa eða koma í veg fyrir að verða veikur frekar heldur en alltaf bíða eftir að verða veikur. Já, það er alveg stórkosti. Ég náttúrulega, þú veist, ég horfa á þetta núna og hugsa mér á hvað ég vildi hafa átt þetta þegar ég var unglingur. Ég sömuleiðis. Alltaf búin að vera með blöðru vandamál, sko. Þá var maður bara rétti ömmubindi og sýklalyf þegar maður var yngri, þegar maður lenti í þessu, sko, því miður. Og svo þetta, eins og ég segi, ég var líka, vorum að fá alveg æðislega nýja vöru, þetta heldum við ástefninu fyrir það sem þú varst nú partur af, Hampur fyrir framtíðina. Já. Þá kom hann Dr. Pavel til landsins sem hann bara mjög frægur lækni frá Tékklandi og er að vinna með hamfræið og þeir eru að búa til
Etistín er það sem er líkast blóðplasma í líkamanum á þér og þeir eru að þróa víkan blóðplasma sem að verður hægt að framlega í endalösu magni fyrir alla Já, og nýta ótrúlega. já, ég veit þetta er svo klikka sko Já, og fallegt, þú veist, en þetta já, er alveg, mun geta gert rosalega mikið gott fyrir heiminn, en út frá því þá eru þeir til dæmis búin að hanna hérna nýja vöru sem heitir Bloody Vital og ég ætla bara að segja, hún er Bloody Vital. Það sem að ég hefur verið að berjast við vandamál í leginu, allt mitt líf, talið vera með endómetríósu en hef ekki verið greind með hana. Ég hef þetta alveg að verða, ég hef hvað 48 ára, þannig að mér finnst engin ástæða að vera að fara ykkur greiningar, ég býð bara eftir að mínu tíma líkur. já, já, En já, já, hérna, ég var með á ráðstefnunni bæði, eins og veist, fyrirlestur frá Ísrael sem var 5 ára rannsókn á endómetríósu og kannabisi sem var bara mjög góður fyrirlestur og sýndi fram á það hvernig kannabis getur stutt konur í gegnum þennan hrikalega sjúkdóm já, og það er lítið til og það sem við sáum að kannabis gerir er það slaka svo rosalega vel á spennu í líkamannum og það er fljótvirkandi. Þannig að hann mælti með því að ég myndi fá mér þetta hampprótín sem er byggt á etistínprótíninu já, sem er svona líkt blóðplasmanum þínum og hann sagði Tóta, þú voru að taka þetta samt í langa tíma til þess að virkja. Nú er ég búin að taka þetta held ég síðan við fengum þetta í nóvember, desember, eitthvað svo leiðis þegar varan kom til okkar. Ég hef alltaf verið með svona nefa inn í legin á mér. Ég veit ekki hvernig ég á já, útskýrta stundin líður mér eins og ég sé með hríðar eða það er alltaf detta niður eða veist, það hafa ekki verið margir dagar í mínu, sko sérstaklega eftir ég átti börnin mín, það hafa ekki verið margir dagar þar sem ég get sagt að ég hef ekki verið að finna fyrir leginu mínu. ég Það skil, hefur alltaf verið mér til ama, en ég er ekkert að segja ég sé alltaf að drepast, en það er umöðulegt að finna alltaf fyrir því. já, Ég ætla bara að segja að ég held ég bara finna ekkert fyrir því akkurat núna. dásamlegt, Og ég hugsaði bara daginn, ég var bara svona, hvað, nei, ég getur nú ekki, veist, ég meirist að hugsa, ég hlýt bara að vera komin að breytingaskeið eða eitthvað, veist, einhvern veginn, bara, já, getur ekki verið, en nú, þú veist, og svo bara fór ég að fóra yfir hérna hvað ég er að taka og hvað ég er að gera og þá var ég bara, oh my god, þetta er að virka og ekki bara það, þetta er hreinasta prótín sem þú getur fengið, þetta já, er auðmeltasta prótín sem þú getur fengið, ég held að sé 31, var ekki 31 gram í 31 milligram í 100 milligrammum af hamfræjum er 31 gram af prótíni sem er bara svakalega rosa mikið. mikið, já, 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 og auðmeltandi, þannig að líkamann þarf ekkert að hafa fyrir því, það fer niður í smáþörmunum þaðan út í kerfið já, og ég meina þetta geti ekki verið betra prótín fyrir íþróttafólk og líka bara fyrir þá sem eru kannski ekki að borða mikið af prótíni og þessar vörur. já, En hann var búinn að segja mér og sagði mér þetta mun hjálpa konum með endómetríósu. Þetta mun hjálpa konum með vandamálana niðri. já, Og ég held að þetta sé orðið mitt nýjasta lífstílsvítamín af því að ég hef aldrei fundið heilsuna mín að fara svona hratt upp. Já, það er bara ótrúlega flott að því það eru svo margar konur sem þjást af alls konar verkjum og vandamálum eiginlega alltaf og ég vil já. bara segja fyrir mína parta að það var eiginlega besti dagur lífsins þegar ég hætti að hafa blæðingar. Þetta er sem ég er að býða eftir sko, ég hef þetta alltaf Já, verið, ég hef já, einhvern veginn aldrei hugsað um þetta breytingaskeið af því ég hef alltaf verið svo slæm að maður bara svona býður spenntur sko. já, Svo veit ég ekkert hvað kemur út af því, en eins og ég segi, jú, þetta er, og mér finnst það bara opaslega sorglega hvað er rosalega marga konur eru með verki, kannski fastar heima eina viku í mánuði vegna blæfinga, vegna einhverja hluta og þetta hefur aldrei verið rannsakað og það er þetta bara svona hrikalega annars sorglegt og skandall, já, áhugavert að því að við erum 50% af heiminum og við sinnum stóru hlutverkum og að það skuli ekki vera einhver sem mann úti sem er virkilega rannsakað því að ég bara til að það sé yfir 20% kvenna sem eru með virkilega mingu lífsgæði vegna þessa vandamála. já, já, Þótt endómetríósan sé 10% þá eru fullt að eru konum ekki endilega með endómetríósan er samt að blæða út já, eða með alls konar óþarfa já, vandamál sem bara svo enginn virðist mikla, geta bara gert neitt í út af því þetta hefur ekki verið skoðað. já, og svona mikla verki og bara bara algjöra vanlega, Vanlíðan sem kemur og hún dreifist hérna út í spennu og bólgum og öllu þessu út af því er líka svo opbúslega áríðandi fyrir okkur
að vera að minnka bólgurnar hérna, af því að já, allt byrjar með bólgum og vandamál í maga, við vitum það er svona tveir stæðstu, faktoruna því að við veikjumst. já, já, Þannig að til dæmis, þá ætla ég að sína einhverja annað sem er já, alveg yndislegt, af því að við erum bara að tala um neðra svæði, já. þá er það CBD-stílar. Vá, frá Lekku, já, vá. Já, og CBD-stílastelpur er yndislegt af því að það er bæði hægt að nota það fyrir endaþarminn og fyrir leggöngin. Hann slakar á spennu, hann er bólgueyðandi og er verkjastillandi og bakteríudrepandi. Og Það er allir pakkið. fólk með ristilvandamál, við erum með nokkra sjúklingar þeir geta ekki lífað án þess. Já, Það er bara hringt í mann stanslaust ef að byrðunar eru búnar. Ég held að þetta gæti verið mjög náttúrulega og góð leið fyrir konur. Þú skulum ekki gleyma að CBD er krabbameinsverndandi líka. já. Þannig að bara til þess að fyrirbyggja. Og Það er bara, CBD er bara æði. Við erum alveg í já, þeirri deild. CBD er bara æði og við erum með þetta innra CBD-kerfi sem kallast endocannabinoid system, bara svo fólk gerir sér grein fyrir því. Já, Þannig já, að við erum með reaktora í öllum líkamannum sem nærast á þessari vöru já, og þetta bústar upp líkamæðin að fara í homostatus svo þú sért í sem besta formi. já, Þannig, já, og já, svakalega bólguðandi og það er bara þannig ef ég er að berjast til bólgur þá fæ ég með CBD í svolítið háu skammtum í smá tíma með kúrkuminn og mótnana og þá fara bólgunum mínar að fara að stað og bara, hverfa, já. já, ef ég er notað íbúfen þá fæ ég bara illt í magan. Já, það er svo slemt fyrir slímúðina í öllum meltingarveginum. Ég get alveg sagt, ég hef lengi verið á íbúfen ég man aldrei eftir að bólgur hafi minkað á því. Þar fyrir utan. Það er En rauninni sko, það virkar á eitthvað en það skadar svo mikið. já, það er svo mikið Samfélag. aukaverkunum og það Já, er bara, þú veist, og manni finnst í dag skrítið að sé ennþá verið að skrifa upp á það er bara búið sín og sanna, það er ekki, þessi nótkun er ekki góð, en eins og ég segi með stílana, það er meira sem mikið að kallmennum að nota líka þessa stíla bara til þess að auka svefngæðin sín. já, ég skil. Já, Já, og þetta er bara, þú veist, önnur upptaka þegar þú nota stíla þá bypassar þú lifrina þína eða sleppur að fara fram hjá já, lifrinni þannig þetta er önnur upptaka og fyrir fólk sem er kannski viðkvæmt fyrir að taka óljur í munnin eða nota aðra leiðir, ég bara erfitt með þannan part að já, kynkja já, hvað sem að er, taka inn, já, þá er í fullt af alls konar leiðin til með stílum og það er já, bara að fólk já. gerir sér grein fyrir og það er vanmeti, ætla ég bara að segja. Já, 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 ég er alveg samanlegaður í því, það er það er það. En þegar þú segir við að þá ertu að tala verslunina betri dagar. Já, við hjá Betri Dögum Já, lögðum okkur rosalega fram að þegar við tókum það ákvörðun að fara að leita okkur á vítamínum að finna gott vítamínsfyrirtæki já, með góða framleiðslu, náttúrulega, eins lítið að gervefnum og mikla rannsóknir á baku sig og það er Life Extension. já, Þeir voru nú á markaðinum einhvern tíma fyrir 15-20 árum og svo hurfu þeir. já, Og þeir eru, það er einstaklega ef maður fer inn á síðuna þeirra þeir eru gefið út magasín á hverjum mánuði þar sem þeir uppfæra nýja rannsóknir og ný vítamín þeir fara yfir hlutin og líka benda þér á því hvað þú getur borðað þannig að þeir eru ekki bara einblína að það taki töfluna heldur líka að benda þér á bara hvað við getum gert og það er svolítið það sem að ég hef verið að vinna með er svona að sína fólki sko, þú þarf ekki bara að bíða til læknum þú getur gert fullt sjálfur heima hjá þér já, til þess að láta það líða betur og sérstaklega út í alvarlegum meðferðum eins og krabbameinssjúklingar og annað þá held ég sé rosalega sorglegt finnst mér þegar fólk þarf að bíða á milli meðferða með ekkert gól og ég held að sé já, svo gott að hafa eitthvað smá gól til þess að einhvern veginn vinna sér betur og láta undirbúa sig, líða betur áður og ferði í næsta heldur en vera bara að líða illa og bíða eftir að fara í eitthvað annað já. sem það er að líða Ég veit að betra að fara í aðra meðferð til að líða en það er. Já, það er líka bara Liggur við, spurning já. eins og maður segir svona life coaching í að vera sjúklingur, taka ábyrgð á sinni eigin heilsu og sína bara hvað maður getur magnaðar sjálfur og gert, þú veist. Það er ekki alveg sama hvað, það er ekki fyrir en við tökum ábyrgðina sem að hlutirnir breytast og ábyrgðina á okkar eigin heilsu því að þetta gerist allt innan frá. Já, og ég myndi bara óska þess að þetta væri til dæmis eitthvað sem væri lagt áherslu á í barnaskóla.
okkur væri já, kennt að hugsa sjálf okkur. Af því ég var bara að fatta en daginn, ég var bara ekki kennt neitt til þess að bara að hugsa sjálfa mig, andlega heilsuna mína, bara hvað hvernig ég átt að borða þótt ég fór einhvern matræslu tíma. Þetta er bara ekkert, við sýtum ekki að neinu uppbyggilegu nema starffræði og íslensku og svona dóti, en það sem er megin korsi, ef þú ert ekki í lagi, það ert ekki hæfið til að gera starffræði í íslensku eða neitt, hvað sem er, nei, það er náttúrulega alveg, það er alveg stóra málið og meiri síðan sko, þú veist, lesturinn er í lamassessi eftir Og skóla. það er þetta bara út af tækninni og þróuninni, ég meina, ég er komið með app sem les bækurna fyrir mig eða, og lætur hann að lesa það hratt og kemur hraðar yfir þetta. Þetta er bara, tæknin er að taka rosa mikla hæfileika away frá okkur og gera okkur smá hlut á margan hátt. Já, já, það er Já, að gera það sko, en samt sem áður er það nú þannig að ef við erum ekki góð í lestri þá hefur það áhrif á eiginlega allt hjá okkur það er bara vegna þannig. þess að þú þarft alltaf að lesa texta Það er bara svoleiðis og þú þurfir ekki annað ég en að meni, lesa ég er leiðbeiningarnar sjálf, til að geta að nota tæki sko. ég er lesblind sjálf og lenti svona milli í kerfinu út af því að ég átt að stafarugli okkur svona dóti og ég held ég að vera 25 ára þegar ég sagði bara ok, hingað ekki lengra og þá var ég ólít á mínu fyrstu barni og sagði nú lestu bók Tóta. Já, ok, já, ég Og skil. ég settist niður og ég þurfti að hafa mikið fyrir því og svo er ég þetta áverkið þokkabót þannig að ég dett mjög oft út og þarf að byrja að lesa kaplan aftur og en ég náði upp að þjálfa og þá áttaði ég mig á að sjóminnið myndi hjálpa mér Já, sem að já, enginn já, var búinn að benda mér á að ég þurfti ekkert að læra þetta allt, ég þurfti bara sjónminnið gæti já, hjálpa mér að komast áfram. já, Þannig þá fann ég hvað ég fekk út úr því og byrjaði meira að geta skrifað og gert þess að hluti á þess að vera alltaf jafn óörugg út af því að bara sjóminnir, að lesturinn gaf mér sjóminnir til þess að geta tekist á við lesblinduna in a já, way. já, já. Og ég hefði óskað einhver aðri takk með það en það var ekki svo gott. Nei, við En fáum alltaf fréttinnar eftir á sko. En mér segir langar fréttin, líka áður en við hættum, já, þess komið með eitt vítamín í viðbótaðum á já, endilega. og það er Menopause 731. Ok, bara 731. Já, 731, ég veit ekki okkur. Nei, ok, En þetta er á að taka svona 11 helstu einkenni breytingaskeiðsins og minimæsta þau eða minka þau fyrir já, konur. já, Þetta er bara alveg náttúrulegt, þetta eru ykkur 3 rætur sem hafa verið þetta er rót og börkur og eitthvað lauf eða eitthvað ef ég mann rétt sem eru allt mjög náttúrulega af trjám sem hafa verið notað í miljón ári kínverskum og að út að veta fræði og það eru já, stóra rannsóknir, það voru 400 konur sem fóru í rannsókn með þetta vítamín ég skil, vegna breytingaskeiðsins já, og niðurstöðunar voru þær að 83% minnkun á heildareinkennum og það er ekki smá, 66% minnkun í pirring og það var og þetta eru niðurstöðunar og það klíniskar rannsóknir yfir á 400 konum. Þannig að það er mér alltaf finnst bara þetta mjög nú flott, sko, frekar mikið, gera mikið og þetta já, við erum að tala um það sem er verið að taka á við, hitakoff, nætursvitin, skapsveiflur og pyrringur, svefntruflanir og orkuleysi, vöðva og liðaverkir og þurrkur í leggöngum, þvagleki og kynheilsa. Og þetta bara bara hefur, ótrúlega flott, held ég, að þetta er mjög náttúrulegu hlutur sem við já, getum notað, staðið þess að fara alltaf í beint í lækninu til þess að fá þessi estrogenkrem og allt þetta dót. Ég persónulega alltaf reyna að fara í gegnum breytingaskeiði á þess að nota þau heldur frekar og nota eitthvað álíka eins og þetta. Af því að ég hef smá trúið að við getum prólongað þessu tímabili með því að við alltaf að trúið ykkur á okkur. já, það getur tekst á því, sko, en það er líka bara spurningin þú veist, ég fór í gegnum breytingaskeiði með því að nota bara náttúru efni, En svo erum við svo misjafnar, þannig að við megum ekki segja þetta, því þetta er rosalega erfitt fyrir sumar, aðrar já, fara léttar já, í gegnum þetta, en við eigum bara að hafa þetta möguleika og það er frábært að vita að maður getur líka að fara í náttúrun og þurfi ekki endilega að fara til læknis, það er hvort maður erfitt að komast til læknis, en þá minnst það erum við með þetta upp í betri dögum, fullt að já, sniðum, náttúrulega hlutum og sem að við hefum fengið góða dóma og erum komin smá reynsla á. já, en það er eitt sem við tölum þegar ég hitti þið síðast og það er heilsan á blöðruhálskirtlinum hjá karlmönnum.
Já, við erum með vörur sem heitir Triple Strength Proptapollen og er hérna, þessi hérna vara. Aha, Og þetta er ekstrakt frá Garmin X-Flower í tveimur formum, þannig að frá hérna, laufunum og frá berkinum. já, Og veist, ég meina það er helsta krabbamein kalla er þetta hérna, blöðruhálskrabbamein og þetta er bara til þess að styðja við blöðruhálskrabban, nei blöðruhálsin fyrir ekki krabba. já, nei, Þú veist, ef ég væri með þetta í ættasögunum minni og eiginlega bara að því þetta er svo algengt hjá kallmann, ef ég væri bara kallmaður, þá já, myndi ég alveg vera að byrja að taka þetta svona mitt hérftis og fimmtis örgla og svona, minnst að reyna að vera að halda honum bara heilbrum, að því að við vitum að hann, þetta er bara, getur verið, þetta er undirleggjandi held ég í flestum kallmönnum, þetta er bara spurning hvort það sprettur upp eða ekki en svo eru og margir sko sem að fá ekkert endilega krabbamein, heldur fá bara bólgur í blöðruhálskirtili. já, og hann getur bara valdið verkjum, óþægindum og alls konar þvagleika og Já, annað já, og þetta á að hjálpa með það til dæmis. Og þannig að þetta er bara eiginlega eins og woman's bladder nema fyrir fyrir blöðruhálsinn karlmann. hjá Já, karlmönnum já, og bara styður við hann og líka bara að reyna að koma í veg fyrir að hann verði þá vandamál til framtíðina því að það er allt í lagi líka bara að hugsa, herðu, ok, ég er ennþá góður en þú veist, er það ekki ágætt að bara halda hann góður þegar þú ert komin að áhættur aldur. já, já, Ég myndi ekki já. bara mæla með þessu fyrir endilega ungt fólk nema að það sé ykkur ástæða til þess. Nei, En nei, það er svona, ég held að sé svona aldurinn 40 og svona 5. já, ég er sammála, bara við svona milli 40 og Já, 50 þá eigum við öll að fara að hugsa um þessa hluti, að reyna að verja okkur og eins og ég veist, við vorum að ræða bara um daginn með melatóni, veist, það er ekki bara að hjálpa að sofna, það er mood-controller líka og það er krabbameinsvendandi og er nota orðið í dag, ég með rosa margar krabbameinsmeðferðir sem vörn. já, Þannig já, að það er ekki bara alltaf einn tilgangur þótt að fólk fætti það, af því að þetta er svona, hefur áhrif, já. svona, En svo já. náttúrulega hættir líka minna framleiða eins mikið melatonin þegar að við erum komin á svona 45 ára aldur en 40-45 Já, og ára svo líka aldurinn. þarftu skils mér eitthvað svona gula sólöfna til þess að hjálpa þér að alveg melatónsframleiðslu þannig að við hljótum að vera svolítið svipuð dæmi og með D-vitaminið að við erum ekkit full loaded melatonin hérna á Íslandi, sko. Nei, en sko, nei, við þurfum nefnilega myrkur til að Já, framleiða. já, og svo þarftu á móti Já, daginn, já, en þegar þú ert bara já, í myrkrinu, já. þá Það er náttúrulega að ferja er erfitt þetta á ekki veturna. djallvægi, þetta á milli. Það er ekkert jafnvægi á Íslandi í okkur miðað við það. En það, sko, ég segi alltaf við hérna, skriðum smá í hýði á veturna og svo erum við ofvirka á sumrina því að þá er náttúrulega bara svo mikil birta, sko. Það er bara að segja sér sjálft. Já, en það verður svolítið gott að geta haft meira jafnvægi á þessu, sérstaklega varðandi melatonin og ég til dæmis, sko, þegar það er sumar þá sef ég mig líka í svefngrímu. Já, ég er einmitt bara með ekstra, sko, vinkon mín þetta var hún með 3 þykk gluggatjöld, þannig að Já, komist engin sóla þegar við lásum einhver tíma grein, rannsón sem var gerð á hermönnum í bandaríska hernum og það var í sambandi við, sko, þegar þeir voru sofandi og það kom einn ljósablettur, bara einhvers staðar á því og þá hætti melatónin framleiðslan. ok. Veist, þannig að þú átt að sofa í alveg svörtu herbyggi og svo var veist, þessi rannsókn sýndi líka þegar þeir hermir sem fengu ekki D-vitamin þeir voru helmingi líklegri til að framlega sjálfsmorð heldur en þeir sem voru með full loaded fyrir D-vitamin í líkamann. Þetta hefur áhrif á allt. Já, þannig að jafnvægi vítamína og bara steinefna og þessar hlutar sem við þurfum að hafa í líkamann skiptir máli, við erum ekki að fá það úr almennir fæði í dag eins og bara þú ferst ekki út í búð og þetta hugsa hvað þú ert að kaupa, reyna að kaupa allt frá farmer eða frá bónda, Já, ekki ofunnið og þetta, og þetta er orðið flóknar í dag og ég er ná engin sérfræðingur þegar kemur að versla í fæði og ég myndi óskast að ég væri klárari það, en það er að verða flóknar og flóknar að finna sér hreina fæðu. já, Og ég veit að mikið að læknir tala ekki að við hefum að taka hérna, vítamín og supplements en ef þú skoðar eitthvað sem er bæjahakkari í longevity eða í langlífi já, þá eru þeir allir fókusaðar á þessa hluti og já, þeir það er eru alveg náttúrulega, margir hvernig búin að sanna þeir eru búin að yngja sig um 20 ár og gera ótrúlega hluti bara með einhverjum formúlum og drikkjum og hvernig þeir gera hlutina og
og þegar þú færð það ekki úr fæðinni og við, bara svo fólk gerir sér grein fyrir því ég gerði rannsóknir svona á þessu var það með ávexti þegar þeir koma til Íslands af því að við erum að flytja svo mikið af þessu ávextum og hef búið bæði í Kosta Ríka og ég hef búið hérna á Spáni þar sem ég bjó og ná hérna grænmetisbúð bara þú tekur hérna epli af trénu þá ertu að missa 10-15% af vítamíninu sem að þú ættir að fá. Já. Á næstu 3 vikum þá svona 60% að uppgufast af þessum ávöxtum sem þú ert að versla og við erum að fá þá hérna 2-3 mánuðum eftir að þeir eru týndir. Þannig að mér alveg sama hvað þessi fæðirhingur segir, fæðan bara ekki nóg fersk til þess að veita okkur þessi vítamín, af því hún innflutt. Þannig að fólk verður bara að gera sér grein fyrir því að ef þetta væri nær okkur, ef við gætum gert þetta eða þess heima meira og að fókusa meira á fæði og ekki á gott fæði, þá þurfum við að búa þetta til svolítið sjálf. Því að við erum bara að fá oft hálfgerðan pappa, ef þú hugsaður það, af því það farið flest úr því sem þú þarf. Já, ég man alltaf eftir því sko hvað Hallgrímur heiti Magnússon-læknir sagði. Hann sagði sko, númer 1, ávextirnir eru týndir og eins og bananar, þeir eru sko fluttir frá Suður-Ameríku með skipi til Evrópu í flestum kælum. Þeir eru ekki þroskaðir þegar þeir leggja af stað. Þeir þroskast eftir þeir koma af trénu í einhverju rakast í og eitthvað svo leiðis og svo eigum við að fara að borða þegar búið að flytja til okkar og það kannski þá mánuði liðin frá því þið voru teknir af trénu. Það verður minnka heilmikið en svo líka hitt og það til dæmis eins og í sambandi við grænmeti og þetta á við ávexti líka sem eins og vínber og annað þess að flestir þessir ávextir og þetta grænmeti geislað og það geislað til að drepa allar bakteríur. Eftir að tala radiation geisla svona eins og gert, þetta líka gert í medikalinanum, í medical cannabisinanum og þetta með drepur allar hvað kallar það, bakteríur sem eru samt antibiotics of the plant, þú veist, sem að ég alveg bara, sem á ekki að, á ekki að drepa þegar þú ert að drepa lífið, sko. En þess vegna sko, ég hef gert að sagt sem dæmi sko. Já, ég vissi ekki að þetta var líkt þarna. Þegar ég var krakki, þá var þegar mamma var með blómkálsúpu eða blómkál með matnum eða eitthvað þess þar, þá tók hún alltaf blómkálshausin og sett hann í vatn, öfugan, og sett eitthvað þungt ofan til að halda honum niður í vatninu og ég sem bara, hvað ert að gera mamma? Hreins út flugurnar. Af því það voru náttúrulega flugur inn á milli. Já, inn í alveg bara píl. Já, en í dag þá engin patta, engin fluga, ekki neitt. Ef það eitthvað patta eða eitthvað, þá byrjum það, oi, þetta svo ógeðslegt, ég kaupi þetta ekki af því það patta á því. En þetta kannski eina merkið að sé líf. Já, og veist, þetta hringur á það kerfi og við þurfum vist öll að halda og ég meni, þetta kannski eitt annað þegar allir hefðu gott að búa þessi útlutum og kynnast það að þú myndi hafa flug á borðinu og allt í kringu það alltaf, þetta bara spurningu hreinlæti en við þurfum þetta já, það bara líka, veist þessu í dag ég meni það allir að borða kjöt og þeir vilja ekki borða kornið því það spreyjað á það bara búið að setja svo mikið eitur. Já, þannig að þú ætlar að fá því morgunkorn eins og bara hafragraut þá bara guðn og bænum keypti þér íslenska hafra. Já. Það allavega ekki búið að nota, ég held að það sé ekki búið að nota Roundup á það, ég veit ekki. Nei, það ekki nota Roundup á Íslandi, ekki svo ég veit, ég nú farið mikið og heimsók, verið bóndið 3 sumurinn og ég farið mikið og verið að kynna mér það, en það ég held ég sé mjög fáið bændur í Íslandi sem að eitra, ef það held ég einhverju þá það bændur sem að gera svona, veist, að setja jörðu án þess að snúa jörðu. Já, ég skil, já. Sem þetta tækni sem við vildum að við getum notið, en hún mjög erf á Íslandi þar sem allt vex svo hægt á Íslandi og arfinn svo fljótur, þannig að hann yfirleitt nær að taka yfir. En þetta samt þróun helgi sem komin í gang á Íslandi og hún gæti fara að aukast ef við grípum ekki inn í. Já, við megum ekki herma eftir hinnum, við verðum að vera... Nei, og við eigum ekki að styrla þess, við höfum komið styrna að hinga til okkur eigum að þá fyrir að gera það núna. Ég skil það ekki alveg. Nei, en svo náttúrulega þetta fæðuöryggi á Íslandi mikið mál. Það mikið mál að við höldum áfram matar. Við þurfum eitthvað mikið að taka okkur á í fæðuöryggi finnst mér í dag miðað við ástandi í heiminum. Ég væri alveg til að
komast inn í eitthvað svoleiðis verkefni að því að bæði, við skulum bara fara að gefa freka grænmetisböndunum okkar rafmagni og láta að fara að framlega miklu meira og betra fyrir Já, okkur af því já, þeir eru viljur og það er fullt af fólki, sérstaklega ungu fólki sem langar að fara út á land og langar að fara að rækta og líka vera bara meira sjálfbært en kostnaðan er svo gríðarlegur að það stendur fyrir út af rafmagni. já, Með erlend fyrirtæki er að fá rafmagn okkar mjög ódýrt, þá er það að gera okkur erfitt okkur hérna fólkinu sem viljum gera okkur betri og gefa okkur fæður og annað mjög erfitt að vinna og ég menn að margir hefum gert upp sem er svo hrikalega sorglega. já, það er bara mjög sorglegt sko. Þannig að þetta eru hluti sem ég veist, mér finnst vanta hérna eru græni hvatar, ef þú vilt vera betri og grænni, þá er eiginlega fyrirstöður alls þar í kerfinu sem flækja allt fyrir það er enginn sem er svona bara já, hei, frábært, þú ert óslega cool, við ætlum að reyna að hjálpa þér að koma þessi í gegn, það er engin græni skattar og hérna, og veist, þannig að þetta sjálfbærnis og hérna, engin kolefnisspor og allt þetta kjaftaði, við erum ekki, það er rosa gott að segja þetta, en þú þarft að gera það í verki. Já, já, og það er líka kannski svolítið seint að ætla að verða sjálfbær 2040 eða eitthvað eins og þú veist, Það veist ég verða að koma, við verðum ekki þannig, veist, og líka þessi tunnel theme, sko, við þurfum að fara að hætta henni og vera bara að sína fram að við þurfum alltaf að mörgum hlutum til að halda þess að eitthvað gangi upp og það er ekki bara rafmagn, held ég. Nei, það er alveg rétt, það er alveg rétt. Heyrðu, takk fyrir æðislegt spjall. Já, Alveg bara sem við leiðis. frábært. Og hérna, sendu mér endilega upplýsingar þessi bætisefni sem við vorum að tala svo ég geti settu hérna undir myndbandið, þannig fólk geti fundið að þar og upplýsingar hvað það næri í þau. Ég skal gera það. Takk Úr sem Edda. þakkir. Takk sem leiðis. Eða góðan dag. Takk. Bye. Takk fyrir að hlusta og horfa, takk.